Þá það fyrsta sem þarf að nefna, það þá hver okkar lagalega staða í þeim hluta Icesave-deilunnar sem snýst brot á EES-samningnum. Og ég tel okkar stöðu mjög góða þar. Ég tel að Íslenska ríkið hafi í engu brotið gegn reglum EES-samningsins innstæðutryggingar. Samkvæmt þeim reglum átti að setja á fót tryggingarsjóð fyrir innstæður upp að 20.000 evrum sem innlend fjármálafyrirtæki áttu afferða fjármagn. Af því leiðir beinlínis að hvorki ríkið né nokkur annar en þessi fjármálafyrirtæki bera samkvæmt EES-samningnum skyldu til þessa fjármagnarsjóða. Ef það hefði verið ætlunin að ríkið myndi axla þessa ábyrgð, þá hefði slíkt einfaldlega verið tekið fram við setningu EES-reglnanna með skýrum og greinandi hætti. Ég tel þess vegna mjög langt seint þegar því haldið fram að Ísland beri ábyrgð á þessum 20.000 evrum og ég tel að ríkið standi mjög vel að vígi í þessum dag. Og hér að vísu ástæða til þess að nefna varðandi möguleg brot á EES-samningnum að því oft teflt fram að Íslenska ríkið hafi með aðgerðunum í október 2008 mismunað innistæðum og grundvelli þjóðernis í andstöðu við EES-samninginn. Þeir sem það segja halda því fram að vegna þessarar mismununar þurfi ríkið að greiða Bretum og Hollendingum jafnvel allar innistæður upp í topp, þótt innistæðurnar hafi verið umfram þessar lágmarks 20.000 evrum. Ég tel þessi rök afar veik og ég vil eiginlega leyfa mér að segja að mér finnst þessi rök vera nánast fjarstæðukennd. Og í því samhengi vil ég benda á það að ESA hefur ekki gert kröfu neinar greiðslur eða hefur ekki gert kröfur sem að lúta neinum umfram 20.000 evrum. ESA hefur engar kröfu gert slíkt. Þannig að þeir sem halda því fram að það þurfa að borga til topp, þeir eru þá að gefa sér að við munum lendi því að fá okkur meiri kröfur heldur en ESA hefur gert í málum. En það fyrir utan ótrúlega erfitt að rökstyðja ólögmæta mismunun í þessum málum. Það stafar af því að í aðgerðunum 2008 fólst engin bein mismunun. Innistæður útlendinga í íslenskum bankaútibúum voru tryggðar með nákvæmlega sama hætti og innistæður Íslendinga í sömu útibúum. Þá segja menn að þessi hugsanlega óbein mismunun í gangi, en það verður að hafa í huga að markmið aðgerðanna var að tryggja greiðslumiðlun á Íslandi og það markmið fyllilega lögmætt og réttlætir hvers kyns óbeina mismunum sem var gerð á íslenskum bankaútibúum og erlendum. Af þeim sökum eru aðgerðirnar fyllilega forsvaranlegar og lögmætar í skilningi EES-samningsins. Og þessu til frekari stuðnings má nefna það að það sjá allir í hendi sig hvílíkt allsherjar hrun hefðu orðið í efnahagslífinu hér ef allar bankainnistæður í innlendum bankaútibúum hefðu tapast. Fyrirtæki hefði ekki getað greitt laun, fólk hefði ekki getað keypt sér matvæli, lyf, bensín á bílinn eða gert yfirleitt nokkurn skapaðan hlut sem hefði útnefnt millifærslu á fjármunum. Aðgerðunum var ætlað að koma í veg fyrir þetta allsherjar hrun í íslensku efnahagslífi. Þess vegna var öllum innistæðum í íslenska greiðslumiðlunarkerfinu bjargað. Innistæðar á Icesave skiptu hins vegar einfaldlega engu máli fyrir þetta markmið. Þær hafði enga þýðingu fyrir innlenda greiðslumiðlun og því þurfti ekki og átti ekki að bjarga þeim og engin lagaskylda getur knúið á slíkt. Af þessum sökum nánast hægt að miða við það að Ísland mun aldrei þurfa að borga innistæðurnar upp í topp. Málið mun, þar af leiðandi í raun og veru, aldrei snúast neitt annað heldur en að lágmarks innistæðutryggingar. En sem sagt, þetta eru svona helstu efnisatriði málsins og þarna telur Íslenska ríkið standa mjög sterkum fótum. Mér finnst í sjálfur ástæðulaust að telja hér upp fjöldan allan af nöfnum á lögfræðingum,
En það liggur fyrir að fjöldinn allur af virtum lögfræðingum, bæði íslenskum og útlendum, eru sammála mér þetta. Við þurfum þess vegna ekki að láta þjaka okkur af einhverju minnumáttarkennd styrkleika málstæðar okkar. Hann einfaldlega mjög haldgóður og traustur.